Góðan dag, gleðilegt ár. Velkomin til þessa fundar sem 5. fundur sveitarstjórnar Múlaþings sem er aukafundur, haldinn í fjarfundi 7. janúar. Fundurinn hér með settur og fyrstur tekur til máls Björn Ingimarsson, sveitarstjóri. Björn, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Ég ætla nú að byrja á að bjóða ykkur eða óska ykkur gleðilegs árs. Við erum hér komin saman vegna náttúruhamfaranna á Seyðisfirði og ég sé alveg óhætt að segja að viðbrögð nánast hvaðan sem á landinu hafa verið töluverð og það hafa komið bara til að því sé komið á framfæri að það hafa komið fram sem sagt ábendingar og boð aðstoð ef eftir því væri óskað frá töluvert mörgum aðilum og ég vil bara nota þetta tækifæri og þakka öllum þeim sem svo hafa boðið. Við fengum ég ætla hér að kynna kveðju sem að okkur barst frá forseta Íslands og ég ætla bara að fá að lesa hana hér upp. Það er óskan eftir að komum verða framfæri góðri kveðju hans til Seyðfirðinga eftir hamfarirnar sem dundi við byggðarlagið. Leið færi ég öllum Austfirðingum þakkir fyrir þá samstöðu og þann hlýhug sem þeir sýndu svo vel í verki. Það segir mikla sögu að enginn Seyðfirðingur þurfti að gista í fjöldahjálparstöð í kjölfar skriðufallanna, allir fengu húsaskjól og aðra aðstoð. Svipað stuðnings gætti hvarvetna á landinu þegar áföll dynja yfir stöndum við saman. Öll þau sem sinntu almannavörnum á vettvangi eiga sömuleiðis miklar þakkir skyldar. Enn erum við Íslendingar minntir á mikilvægi björgunarsveitanna í okkar samfélagi. Senn verður unnt að hefjast handa við hreinsunarstörf, síðan hefst uppbygging. Seyðisfjörður og verður fallegur bær með mikla sögu og öflugt mannlíf, vinsæll áfangastaður landsmanna og erlendra ferðalanga. Gott verður að heimsækja Seyðfirðinga við hentugleika, njóta gestrisni þeirra og ræða við unga sem aldna framtíð staðarins. Hremmingarnar hljóta að setja svip sinn á allt jólahald. Ég sendi Seyðfirðingum og öðrum íbúum Múlaþings hlýjar jólakveðjur með óskum farsæld á komandi ári. Það ár sem nú að líða hefur verið okkur öllum erfitt. Saman megum við vona að hagur okkar batni með hækkandi sól. Jafnframt óskað að okkur auðnist að haldi þann samtakamátt sem reynist svo vel á erfiðum stundum. Með góðri kveðju, Guðni T.H. Jóhannesson. Eins og við heyrið þá barst þessi kveðja í rauninni rétt fyrir jólahátíðina. En það hefur verið unnið að undanförnu af hreinsun og björgun muna og það sem við þurfum að gæta sérstaklega að það þarf að gæta að hagsmunum þeirra sem orðið hafa fyrir tjóni. Og það megin ástæða þess að við erum að koma hér saman í dag. Með þeirri tillögu sem að lögð verður hér fram verið að tryggja að þeir sem orðið hafa fyrir altjóni fái óskertar bætur. Og þetta hefur verið unnið í samstarfi, þessi tillaga hefur verið unnið í samráð og samstarfi við Náttúruhamfaratryggingar Íslands og ég ætla að fá að leggja þá fram þá tillögu sem að hér þá til umræðu og afgreiðslu. Að höfðu samráði við Náttúruhamfaratryggingu Íslands eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings heimilar ekki endurbyggingu húsa á eftirtöldum lóðum fyrr en hættumat liggur fyrir og gerðar hafa verið fullnægjandi ráðstafanir í ofanflóðavörnum fyrir umræddar lóðir. Íbúðarhúsnæði, það Breiðablik, Austurvegur 38A, Framhúsið, Hafnargata 6, Berlín, Hafnargata 24, Dagsbrún, Hafnargata 26, Sandfell, Hafnargata 32. Annars konar húsnæði, það Silfurhöllin, Hafnargata 28, Turninn, Hafnargata 34, Skipasmíðastöðin, Hafnargata 29, Gamla skipasmíðastöðin, Hafnargata 31 og Tækniminjasafnið, Hafnargata 38.
þessi tillaga hér með lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Já, takk fyrir. Sveitarstjóri hefur lokið máli sínu og fyrir fundinum liggur tillaga. Orðið laust. Elvar hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Elvar, sveitarstjórnarfulltrúi. Takk fyrir, forseti fundarmenn. Langar bara að spyrja sveitarstjóra varðandi orð framkvæmdastjóra Náttúruhamfarasjóðs Íslands fullar bætur. Hvernig þær eru túlkar, því lögunum talað 15% auka við niðurrif á húsum, hvort að þær séu þá koma inn í þetta með einhverjum hætti til dæmis upp í kostnað við byggingu nýs húsagrunns, og í því samhengi langar mig að benda á hér á Seyðisfirði á þeim stað sem að hafa verið núna nýjustu húsinu verið að rísa gríðarlega hár grundunarkostnaður og fyrir að grafa og reisa grunn, þannig að það eitthvað sem ég heldur við þurfum aðeins að taka til að reyna að koma því þeim skilabóðum framfæri. Takk. Takk fyrir þetta, Elvar. Vill sveitarstjóri bregðast við þessu? Þessi 15% sem að sveitarstjórnarfulltrúi Elvar kemur inn á, eins og ég skil þetta, þá heimilt að skerða framlagið 15%, að draga 15% frá bótafjárhæðinni, en eins og þetta lagt upp og eins og ég hef skilið það, þá ekki það að ræða. Það ég vísi 15. grein laga náttúruhamfaratryggingu. Það sem kveðið á þessi 15%. Minn skilningur sá að með því að útfæra þetta með þessum hætti að sveitarfélagið í rauninni sem sagt heimilar ekki endurbyggingu á umræddu svæði, þá eigi viðkomandi rétt á fullum óskertum bótum. Og ég held að það sé alveg skýrt. Það sem 100%. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, takk. Mér langar að biðja og þakka fyrir stuðninginn og hjálpina og alla velvildina sem hefur flætt yfir okkur Seyðfirðinga undanfarnar vikur. Það hefur verið ótrúlegur styrkur að finna það hvað allir eru boðnir og búnir. Og svona kannski koma því á framfæri að það svona svolítið okkar verkefni núna næstu vikur og mánuði að einhenda okkur í að fara að deiliskipuleggja nýjar lóðir. Við þurfum að hugsa byggðina að segja sér upp á nýtt og við þurfum að horfa til nýrra svæða eins og á Leirunni. Og ég ætla ekki að hafa lengri í bili. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Kristjana Sigurðardóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kristjana. Takk, forseti og aðrir fundarmenn. Ég ætla bara að byrja að taka undir það sem Hildur búin að segja. Það búið að vera ótrúlegur samhugur í þjóðinni með okkur. Og það hafa allir verið að fylgjast með og spurja alltaf út í Seyðfirðinga og svoleiðis, þannig að hugurinn hjá Seyðfirðingum. En það sem mig langar svo að forvitnast aðeins og hvort að ykkur getur svarað mér þetta með þá einstaklinga sem mistu íbúðarhúsnæðin sín. Eru þau komin í tímabundið húsnæði eða eru þau búin að finna sér framtíðarhúsnæði og það þá Seyðisfirði eða eru þau flutt af svæðinu? Því að maður hefur frétt af því að fólk ætli ekki þarna niður aftur og bara búið að kaupa sér hérna upp á Héraði. Og einnig líka langar mig að spyrja, samvættu áfallahjálpina. Ég veit að Rauði krossinn var virkur þarna meðan
meðan þetta var að gerast og svoleiðis, en einhver framhald af þessari aðstoð sem Seyðfirðingar eru að fá? Þannig að þetta svona mitt sem ég ætla að spyrja út í kosmosið. Takk. Takk fyrir þetta, Kristjana. Spurning hvort þú vilt svara þessu, Björn? Já, forseti og gott fundað fólk. Varðandi þessa spurningu sveitarstjórnarfulltrúa Kristjánu. Varðandi húsnæðismálin, þá get ég bara svara því þannig að það sem sagt búið að gera ráðstafanir þannig að allir sem að hafa ekki getað í rauninni snúið aftur í eigið húsnæði eða hafa ekki treyst sér til þess að snúa aftur í eigið húsnæði hefur verið skaffað húsnæði á vegum sveitarfélagsins þeir sem eftir slíku hafa óskað. Það eru líka dæmi það að einstaklingar hafa ekki óskað eftir því. En þetta ekki allt á Seyðisfirði. Það bara svo. Þannig að megninu langmestu leyti það þar. Varðandi áfallahjálpina þá hefur þetta verið í rauninni samstarfsverkefni sveitarfélagsins, Heilbrigðisstofnunar og Rauða krossins og það heldur áfram. Það alveg ljóst og ég held að það gerir sér allir grein fyrir því að þetta verkefni sem að við setjum ekkert punkt við 1, 2 og 3. Þetta verkefni sem við þurfum að vinna áfram og næstu mánuði og það sem við höfum verið að horfa til og verið að hvetja fólk til að nýta sér þetta. Og það líka horft til þess að við bíðum ekki eftir að heyra í fólki, heldur að heyrum við í fólki. Þannig að það lögð áhersla á að þetta verði við veitum þessa þjónustu. En varðandi húsnæðismálin þá tökum við, ef ekki segja svolítið, einn dag í einu. Við byrjum á að tryggja þetta út í janúar. Svo sjáum við bara til hvernig hvort að hópurinn grísjast og hvernig málin þróast. En við munum síðan þá bara vinna málin áfram. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, takk forseti og ágætu fundarmenn. Varðandi sögur að fólk sé að kaupa sér húsnæði að Egilsstöðum, þá stór efast ég að það sé rétt því að það hefur búið að vera býsna mikið að gera hjá þeim sem að mistu húsnæðið sitt síðastliðna vikur. Þetta búið að vera mikil vinna sem að þessu hefur fylgt. Ég persónulega ekki búin að heyra mörgum sem að ætla að fara og legg þunga áherslu á það að verkefni sem að var fyrirhugað með félagsmálaráðuneyti, Bríetarverkefnið að það verði unnið eins hratt og hægt og það verði stækkað. Þannig að hér verði komið upp nýju húsnæði í vor eða sumar. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Takk fyrir það, forseti og ágætt að funda fólk. Ég ætla nú einmitt að kannski byrja á því að segja varðandi kaupa húsnæði á héraði, allan að miða við nýjustu fréttir þá nú bara alla húsnæði til sölu á héraði, þannig að það er svo sem víða sem að standa á okkur núna áskoranir og það er býsna brýnt að liðka til fyrir húsbyggingum þá bæði á Seyðisfirði auðvitað en sömuleiðis líka bara á svæðinu því blessunarlega þá er ágætis gangur í kaupum og söluhúsnæði og mikilvægt að reyna að halda þessum markaði vel lifandi. Annað einmitt sem ég vildi nefna út frá því sem aðrir hafa hér nefnt auðvitað bara það að maður hefur sannarlega fundið fyrir því að það er mikill svona velvilji í garð Seyðfirðinga og okkar allra hér eystra og það hefur verið bæði í samtölum við ráðamenn og kollega hjá öðrum sveitarfélögum einmitt sem að voru boðnir og búnir að leggja til aðstoð og stuðning eftir því væri kallað og ef hægt væri og einmitt til dæmis bárust slík skilaboð frá Fjarðabyggð og víðar að þannig að það er gott að finna til þess að menn standa saman þegar svona
áföll dynja yfir. Þetta það sem að framundan auðvitað bara risastórt verkefni. Í morgun var fundur í umhverfis- og framkvæmdaráði þar sem við fengum skýrslu frá framkvæmda- og umhverfismálastjóra stöðu mála við hreinsunina á Seyðisfirði sem má segja að gangi vel, það að segja að hún gengur þokkalega hratt en verkefni auðvitað gríðarstórt og erfitt sannarsagna auðvitað og það kemur svona í ljós eftir því sem þessu vindur fram að þetta að mörgu leyti eitthvað sem menn hafa ekki séð áður. Menn töldu sig geta dregið töluverðan lærdóm af vinnu í kringum stór ofanflóð, snjóflóð og þess háttar en síðan kemur í ljós þegar menn fara inn í þetta að þetta kannski svolítið annað að eiga við. Skriður af þessu tagi, það duga ekki öll sömu úrræði, það ekki hægt að grípa til allra sömu ráða og hafa tíðkast í tengslu við snjóflóð og þetta auðvitað bara eitthvað sem við þurfum að vinna okkur í gegnum en það ánægjulegt að heyra að það hefur þó gengið býsna vel og að við eigum öflugt fólk sem að vinna í þessu öllu saman og ég mjög þakklátur fyrir það. Stóra verkefni auðvitað bara uppbygging á Seyðisfirði og það verður unnið í mörgum litlum skrefum. Við erum að stíga auðvitað það fyrsta í dag, kannski að einhverju leyti, við lítið svo á hvað varðar ákvarðanir sveitarstjórnar. Það er þessi tillaga sem hér liggur fyrir, sem að snýr þá fyrst og fremst og eingöngu að þessum eignum sem eyðilögðust í skriðunum og ég held að það sé bara gott að geta, það sé eitt, óvissu með það þannig að sé hægt að vinna áfram í þessum bótamálum og tryggja það að eigendur þessara eigna njóti fullra bóta en auðvitað þetta ekki bara gert til þess, þetta auðvitað líka bara ákveðin yfirlýsing það að það ekki skynsamlegt að ætla það að það sé hægt að byggja á þessu svæði fyrir en þá að afloknum frekara mati og aðgerðum til varnar þarna á þessu tiltekna svæði. Þannig að þetta svona fyrsti fasi að við ágreiðum þetta svona, en síðan í framhaldinu auðvitað þarf að taka afstöðu til þeirra sem eiga eignir sem að standa nærri þessu skriðusvæði og auðvitað síðan taka ákvarðanir skipulagsmál og varnaraðgerðir. Þannig að þetta svona smávinnst áfram og ég legg áherslu á það mikilvægt við vinnum þetta markvisst að við séum alltaf með verkefni á lofti og við komumst áfram smátt og smátt en þetta heilmikið verk sem að liggur framundan. Og mér finnst líka mikilvægt að við séum vel samstíga og við vinnum með bæði hvert öðru og starfsfólk sveitarfélagsins vinni vel saman, svið sveitarfélagsins og líka allir aðrir aðilar hins opinbera og það hefur verið mjög jákvætt að heyra það hvað allir aðilar hafa verið tilbúnir og þá kannski má nefna auðvitað sem dæmi þetta verkefni sem að sveitarstjórnarfulltrúinn Hildur Þórðardóttir minntist hér á sem þetta leiguíbúðaverkefni Bríetar þar sem hefur verið skoðað að bæta í það og hraða uppbyggingu leiguíbúða á Seyðisfirði með hliðsjón af þeirri aðstöðu sem nú komin upp og það með þessum hætti sem þetta ríki getur komið á mjög margvíslegan hátt, ekki bara af því sem að beint snýra skriðuföllum og ofanflóðum, heldur líka stuðningi við eins og húsbyggingu og ég tala nú ekki áframhaldandi vinnu eins og kringum tækniminjasafnið og þess aftar að það geta ýmsar stofnanir ríkisins og ráðuneyti og fleiri komið til að hjálpa okkur og það gott að finna viljan til þess og þannig að því leytinu til að þá held ég að sé hægt að horfa bara mjög jákvæðum augum á þessa vinnu framundan af því það allir tilbúnir til þess að vinna með okkur. Takk. Þakka fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið, ekki svo vel Jódís. Já, forseti og aðrir fundarmenn, ég ætla að byrja á því að bjóða ykkur gleðilegt ár og lýsa yfir bara samhygð með Seyðfirðingum. Þetta búið að vera ótrúlegt að fylgjast með þessu ferli og ég tek undir með þeim sem hér hafa talað að það virkilega mikilvægt á slíkum stundum að finna ekki bara samhug okkar hér í Múlaþingi heldur bara á öllu landinu
og það alveg sama hvar ég hef komið eða við hverja ég hef rætt að þetta alltaf það fyrsta sem kemur upp, hvernig gengur, hvernig hefur fólkið það, þannig að við finnum auðvitað þennan mikla styrk. Það eitt sem að spyrja út, það varðandi fiskvinnsluna. Nú þetta stór vinnustaður, það togari þarna sem landar og fólk sem vinnur í landi. Við erum að ræða sjálfsagt með stærri vinnustöðum á Seyðisfirði og ef að ég skildi það nú rétt, þá hann nú þarna á miðjum vígvelli. Hefur verið rætt við síldarvinnsluna, starfsemi hafin, fólkið örugt ef það í vinnu og hvert svona framhaldi verður með þetta, því að eitt að koma öllum í húsaskjól en svo heldur náttúrulega bara lífið áfram og mér finnst ótrúlega mikilvægt að fá einhvern veginn svör þetta, svona hvernig hið daglega líf, hvenær og hvernig það getur komist í skorður, ef að einhver gæti kannski upplýst mig það, takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Ég veit að sveitarstjóri hefur svar við þessu og gefa honum orðið til að svara þess. Gjörðu svo vel, Björn. Já, kostu og gott fólk, varðandi fiskvinnsluna, að upplýst að það gert ráð fyrir að hefja starfsemi eftir helgina. Menn gerður ráð fyrir að hefja fyrr og hugsanlega verður það fyrr í og með að svæðið opnast fyrr, en samkvæmt mínum nýjustu upplýsingum eða síðustu upplýsingum þá gera menn ráð fyrir að hefja starfsemi á mánudaginn kemur. Þar gera menn ráð fyrir að vinna þetta líka ábyrgt. Það verður farið saman í bíl í og úr vinnu, þannig að það og það sem við erum líka að meðlast til að reyna svona lágmarka umferðina og meðan á hreinsunarstarfi stendur. Og það verður líka öll umferð svæðið henni verður náttúrulega líka stýrt í samráði við sérfræðinga ofanflóðavarna og ofanflóðamála og Veðurstofunnar. En við sjáum ekki fram á hana að þessi starfsemi eigi að geta hafist og farið fram með eðlilegum hætti, allavega það sem við sjáum framöndan í tíðarfæri og annað. Það ekki að sjá að það muni neitt ógna því. En stuttasvarið það að þarna verið að, ég skil þannig að það sé verið að fara á fulla ferð eftir helgina. Takk fyrir þetta, Björn. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, góðir sveitarstjórnarmenn. Langar kannski að byrja á að nýta þetta tækifæri til þess að votta Seyðfirðingum samúð og hluttekningu í þessum hamförum og bara lýsa við þakklæti fyrir það að ekki fór verð, það að segja að allir komu heilir út úr þessu, allan það verður ekki slys né mannfall. Það má eiginlega kallast bara mesta guðsmildi og ég veit ekki hvort að það kemur málunum við, en ég heyrði af bænhóp Suður Reykjavík sem er á bæn á hverju morgni klukkutíma og þennan föstudag 18. desember kom það mjög sterkt til þessa fólk sem ekki tengt Seyðisfirði á neinn hátt og það að biðja fyrir Seyðisfirði og þau gerðu það og ég trúi því að skaparinn hafi kippt aðeins í spotta þar. En annars það sem ég ætla að koma að, það svona aðeins með bara áframhaldi, Stefán Bogi réttilega nefndi hér áðan að þetta gerist ekki einu stökki, þetta mun gerast í mörgum smáum skrefum og ég held að sé mjög mikilvægt að við förum eins fljótt og hægt að móta okkur einhverja sýn á það hvernig á að byggja upp þennan bæ og gera það í góðu samstarfi við bæjarbúa að kanna vel vilja þeirra. Það að segja að við verðum að móta þessa framtíðarsýn sem allra fyrst. Hvort bærinn eigi að stefna því að bærinn fái sömu ásýnd og áður eða einhverja aðra ásýnd til dæmis. Ég gef mér það að flesti vilji það að bærinn fari sem mest sem í upprunalegt horf. Þannig að það þarf allan að móta þessa sýn og hún þarf að vera klár og síðan þarf að setja einhver markmið og
og klára aðgerðaáætlun. Nú það svo, ef við skildum það rétt, að þá kom nýtt hættumat haustið 2019. Það svona fekk lögformlegt gildi í september 2020 og ef við skilum rétt að þá eru 6 mánuður frá því til þess að skila inn aðgerðaáætlun og þetta náttúrulega kemur á eins óheppilegum tíma og hugsast getur. Það verið að sameina sveitarfélögin hérna og menn á kafi í því og sjálfsagt ekkert búið að gera þessari blessuðu aðgerðaáætlun þannig að tíminn hleypur frá okkur þar og kannski svona varpa þeirri spurningu aðeins inn hvað menn sjá fyrir sig með það með sko þá að vinna nýtt hættumat og láta þetta fara einn hring í viðbót sem væntanlega seinka framkvæmdum. Þetta eitt af því sem þarf að virkilega að pæla í og fara yfir. Nú svona eftir minnisblaði hérna frá Eflu sem að við fengum sem gagnin á þennan fund sem ágætisminnisblað að þá sér maður það að sko aðgerðir væntanlega snúast þarna að tvennu. Það annars vegar skammtíma aðgerðir sem þarf að gera sem allra fyrst og snúa að vörnum á láglendi og síðan eru þá aðgerðir ef vill í setlagastaflanum fyrir ofan til þess að sporna gegn skriðuföllum smáum og stórum í framtíðinni. Og ég held að sé mjög mikilvægt að það farið að þessi fyrri hluti að pressa á að hann komist af stað sem allra fyrst. Nú, síðan náttúrulega þetta með samskiptin við ríkisvaldið. Ríkisvaldið náttúrulega búið að lýsa yfir sem bara mjög gott að þau ætla að standa 100% við bakið á sveitarfélaginu. En svona reynslan kannski segir að það þarf þá líka að vera á tánum með það að þeir geri það. Ég ekkert að draga ef að menn geri það. En svona fenginni reynslu og það sem eru heyrt af Vestfjörðum og Suðurlandina þá svona gekk ýmislegt á til þess að fá allan kostnað greiddan þó að það hefði gerst reyndar þegar upp var staðið en það kostaði blóð, svit og tár ef við skilið rétt í sumum tilfellum. Vonandi komið þá einhver fordæmi á það að ríkið sem sagt í rauninni tekur allan langstærstan hluta af kostnaðinn. Aðeins aftur að þessum skammtímaaðgerðum á láglendi sko, við þekkjum þessa lækjafarvegi vel úr nágrannasveitarfélaginu niður á Eskifirði. Þar búið að grjótverja flesta þessa læki ef ekki alla og það var gert á sama tíma og ofanflóðavarnir voru framkvæmdar á Norðfirði. Þannig að en á meðan á Seyðisfirði var nákvæmlega ekki gert neitt ef ég skilji rétt, allavega mjög lítið. Og þetta væntanlega orsakast af því að bara sveitarfélagið Fjarðabyggð hefur verið kröftugt í því að þrýsta á ríkið og ná þessu fram. Seyðisfjarðarkaupstaður skiljanlega á sinn tíma miklu minna sveitarfélag og með minni slagkraft. En það má þá segja það er ljós í myrkri að nú hefur sveitarfélagið allt fengið meiri slagkraft með þessari sameiningu. Þannig að við ættum að standa þá kannski svona betur í stakk með það að ganga á ríkið. Eins og spurningalokum, sko það hefur farið hér út þessi frétta þessu minnisblaði sem ég held að hafa komið á ríkisstjórnarfundi með það að ríkið ætlaði að eingöngu að standa straum af 2/3 hluta kostnaðar við hreinsun en sveitarfélagið taka 1/3. Síðan heyri ég einhvers staðar út undan mér sko að þetta sé ekki rétt túlkun, kannski ef Björn eða Gauti geti svarað því hreint út hvar þessi mál standa. Ef þetta svona að ríkið ætlar strax að draga lappirnar í sambandi við hreinsunum sem náttúrulega minni hluti kostnaðarins þegar uppi verið staðið að þá hef ég nú smá áhyggjur og vona bara svo sé ekki að þetta sé hreint og beinn misskilningur. En annars þakka ég fyrir í bili. Já, takk fyrir þetta Þröstur. Það er spurning hvort að sveitarstjóri bregst við þessu snöggvast varðandi þessa 2/3 og svo kannski spurninguna þá hættumatið. Já, forseti og fundafólk varðandi þessa fyrirspurn sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar. Þá get ég í rauninni bara lýst sko, minni túlkun á þessu varðandi hættumatið eða aðgerðaáætlunina. Ég les þannig í spilin að þetta hættumat þurfi og verði tekið til endurskoðunar. Það ákveðnir þættir sem að þarna átt sér stað
sem að voru kannski ekki taldir sko veigamiklir áhættuþættir í fyrirliggjandi hættumati. Þannig ég hef skiljað þannig að það verði forgangsverkefnið að endurvinna hættumatið og í framhaldi af því yrði þá eða samhliða unnin aðgerðar áætlun. Varðandi 2/3 og 1/3 þá mér skilningur sá að það sé, ég held að þarna sé svona kannski einhver misskilningur. Ég lít ekki svo á að það sé reiknað með því að við stöndum upp með 1/3 heildarkostnaði við þetta. Ég í rauninni bara treysti því sem að ráðamenn hafa svona ítrekað komið á framfæri, að þeir muni bakka okkur upp í þessu, en þá ekki bara hluta til heldur öllu leyti. Þannig þannig sko nálgast ég í rauninni þetta verkefni og í samskiptum mínu við aðila. Takk. Takk fyrir þetta. Vilhjálmur, sveitarstjórnarfulltrúi hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Já, takk forseti og fundarmenn. Ég vil nú eins og aðrir bara byrja á að lýsa þakklæti með þennan stuðning sem að Seyðfirðingum og Seyðisfirði og nýja sveitarfélaginu Múlaþingi hefur verið sýndur í þessum aðstæðum sem að uppkomu með þessum atburðum í desember. Náttúrulega bara sýnir samtakamáttin sem hefur ávallt verið í þjóðfélaginu þegar menn standa frammi fyrir jafn erfiðum aðstæðum eins og þarna urðu. Það eitt sem ég vil svona kannski koma að og það sérstaklega þessi húsnæðismál og þessi óvissa. Þetta er óvissa fleiri mál og við sjáum fram á nokkuð langt miðað við minnist hættumat og ofanflóðavarnir svona miðað við þá samantekt sem að finna í þessu minnisblaði. En ég held að sé mjög mikilvægt í varðandi húsnæðismálin að eyða óvissu. Þetta liggi fyrir og að sveitarfélagi komi að því að halda svolítið utanum það að drífa áfram. Við vissum að var húsnæðisskortur á Seyðisfirði áður en að þetta skeði. En þetta strekkir náttúrulega mjög mikið á þeirri stöðu núna að þetta mikill fjöldi skuli bæði hafa mist heimili eða heimilin séu þannig að þau verði ekki það sé ekki tryggt öryggi í þeim. Þannig að ég held að sé afar mikilvægt að það sé haldið vel utan þetta og að festu og náttúrulega nýtt þessi vinna sem búið að vera að vinna í sambandi við deiliskipulag og þá þætti þannig að það sé ekki að hamla þessu og að nýta þau úrræði sem kunna vera í húsnæðismálum. Það var komin að stað ákveðin vinna en að henni verði hraðað eins og kostur bara þannig að það sé hægt að bjóða fólki húsnæði og þá sko hvort sem það yrði svo framtíðarheimilin allavega svona í næstu framtíð meðan verið að vinna úr óvissu og svona fólk að stæði þá þetta húsnæði sem aukið húsnæðisframboð ef þannig eru valmöguleikar. Ég held að sé mjög mikilvægt að búa þannig að þetta sé ekki eitthvað áhyggjuefni fyrir fólk. Það er búið að leysa þennan vanda sko eins og hann til skemmri tíma. Mér finnst mikilvægt að þarna sé einhver festast til lengri tíma og þess vegna ef hægt að gera þetta á einhverjum mánuðum að þetta yrði lögð mikil áherslu á það að vinna úr þessu sem allra fyrst. Eins varðandi björgun menningarminja og þessara húsa sem töpuðust og það verði lögð áherslu á að halda utan það og reyna að fara að skýra eitthvað hvernig verði unnið úr því og þá bara held ég að þurfi að koma þar aðeins og stjórnvöld hafa lýst yfir að þau muni standa við bakið á sveitarfélaginu í því að búa þannig að sé hægt að hefja vinnu við að vinna úr þeim munum sem að bjargast og koma einhverju skipulagi á þannig að þeir geti síðan gengið inn í
inn í þá endurreisn vernduðu húsum eða þessum Nú síðan hitt að það hafi verið nefnt frystihúsið og þessi vinnustæð, en þá kemur upp í hugan sko aðrir vinnustaðir. Ég held að sé bara svo mikilvægt að fara að koma hjólin fara að rúlla hvað varðar aðra vinnustaði og kannski svona spurning hvort að sveitarstjóri getur farið eitthvað yfir það hvort að eru komnar einhverjar áætlanir að leysa þá til dæmis húsnæðis möguleika þessara starfsstöðva sem voru eins og í Silfurhöllinni og manni dettur nú bara í huga eins og tækniminjasafnið að það sé hægt að búa því einhverja slíka aðstöðu til þess að sé svona aðstæða fyrir sem sagt á einhvers konar stjórnstöð. Nú kannski síðan líka bara fá svona einhvers konar stutt yfirlit yfir stöðu innviða og það sem að færast í samt lag hvað það varðar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Spurning hvort að sveitarstjóri vill bregðast við þessu núna? Jú. Gjör svo vel. Fólk, já, það er vegna fyrirspurna Vilhjálms. Ég tek alveg undir það sem að framkom í máli hans varðandi mikilvægi þess að það verði unnið hratt eða allan að við sjáum fyrir okkur lausnir varðandi húsnæðismálin. Og ég get alveg upplýst það að sú vinna er komin af stað og ég er ágætlega bjartsýnn á að við séum að munum sjá sem sagt raunhæfar lausnir sem að varðandi húsnæði sem að kæmi þá gæti komist í notkun á fyrirhluta þessa árs eða fyrir mitt þetta ár. Þannig að sú vinna er komin af stað. Varðandi menningarminjar að þá erum við að fá í rauninni til okkar fulltrúa frá Minjastofnun á morgun sem að eru þá komið sem svona fyrstu heimsókn til þess að skoða mál og líka til að fara yfir með okkar fólki sem er að vinna þarna að hreinsunarstarfinu. Þannig að það sé alveg, mann sé alveg að fólk sé að gangi í takt þarna. Aðstaða fyrir vinnustöði, auðvitað liggur það ekki fyrir, en sko þetta, ef ekki að segja, þannig byrjar að velta þessu fyrir sér, eins og þarna hvelfur í rauninni Silfurhöllin, það sem er sko þó nokkuð margir aðilar með starfsaðstöðu og það hafa mennur aðeins svona byrjað að velta upp hugmyndum það hvernig mögulega verði hægt að bregðast við þessu. Ég ætla ekki svo sem að fara að viðra þær hér en bara að koma því á framfæri að þetta er í skoðun. En við erum síðan líka að kalla eftir því og reyna að fá upplýsingar frá sem sagt þeim sem að standa að atvinnustarfsemi, hún er margþætt. Að við höldum utan og náum að halda utan í rauninni það tjón sem þar hefur orðið. Það er ekkert sjálfgefið inn í ef ekki segja þessu bótakerfi að slíku tjóni sé mætt en ég hef lagt áherslu á að við höldum utan þetta og það verði hluti af því sem við verðum að leggja upp með að stjórnvöld munu koma móts við okkur varðandi að bæta það tjón sem að atvinnustarfsemin hefur orðið fyrir á undanförnum vikum og því sem að framundan er. Það er ekki meira í bili. Takk fyrir þetta, Björn. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Takk fyrir forseti og ágætt að funda fólk. Það er bara aðeins vegna nokkurra þáttar sem hafa komið fram hérna. Láðist að minnast á það áðan einmitt að sveitarstjórnarfulltrúinn Elvar Snær Kristjánsson var að minnast á kostnað við uppbyggingu og nýju húsnæði. Ég ætla nú bara að nefna það í sambandi að það er sem sagt
Ef að minni svikur ekki þá tók gildi núna áramótin ný samþykkt gatnagerðargjöld og þar meðal annars að finna almennt ákvæði afsláttu gatnagerðargjöldum þar sem mjög djúpt niður og fast. Þannig að það þó allavega komin ákveðin grunnlína það að ef að farið niður fyrir ákveðna dýpta þá veittur afsláttur á gjöldum, þetta gildir heilt og almennt. Síðan auðvitað annar vinkill í þessu sem að skoða þær lóðir sem í boði og taka ákvörðun það hvort einhverjar lóðir fara á sérstaka afslætti. Og það eitthvað sem við höfum eftir að taka fyrir í umhverfis- og framkvæmdaráði nánar en þetta þannig að það nú svo sem verið að svona reyna að bregðast við þessu. Og má alveg sjá það fyrir sér einmitt að ef með einhverju slíkum hætti væri hægt að koma til móts við það sem vilja byggja nýtt í stað þess sem að tapaðist hér að þá mætti skoða þennan enda klárlega. Mér langaði líka til að koma framfæri vegna þess að á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs í morgun þá gaf framkvæmda- og umhverfismálastjóri Hugrún Hjálmarsdóttir skýrslu stöðu mála og hún sagði svo góðan hlut þar sem að ég til ástæðu til að miðla hér á þessum fundi og ítrekka að því að það sem að núna í gangi auðvitað þetta mikla hreinsunarstarf og gríðarlega umferð og mikið af vinnuvélum og vörubifreiðum á ferðum Seyðisfjörð og þetta snýr dálítið líka einmitt að bara umferð eins og gangandi vegfarenda og fleira. Það stefnir í það núna að það takist svona á næstunni að komast í gegnum skriðun og opna eins og til dæmis í Áttafrystihúsinu og það hefur verið nefnt hér áður, Björn Ingimarsson sveitarstjóri nefndi hér að það verður væntanlega skipulagt þannig að starfsfólk þar fer saman til vinnu og saman úr vinnu til einmitt að lágmarka umferð og stýra henni og þetta ofboðslega mikilvægt og það hefur sömuleiðis verið svona send út tilmæli til fólk sem að vera ekki á gönguferðum tiltekin svæði og auðvitað getur þetta verið hvimleitt að geta ekki svona farið eins og menn vilja en það sem að liggur auðvitað baki þessu öllu saman og var það sem að Hugrún sagði í morgun það við ætlum ekki að sjá verða slys á fólki við hreinsunarstarfið af því að við upplifum nú þetta lán og þessa blessun að í þessum miklu hamförum að þá slasaðist enginn að þá væri það alveg hræðileg niðurstaða að standa síðan frammi fyrir slysum við hreinsunarstarfi. Það ætlum við ekki að láta gerast og þess vegna náttúrulega verið að reyna að viðhafa ítrasta öryggi og reyna að stýra umferð eins og hægt sér svæði meðan þessi mikla umferð þessara stóru og miklu tækja Þannig að þetta ágætt að hafa þetta á bakvið eyrað. Það hefur verið minnst á minnisblaði sem liggur fyrir fundinum og rauninni svona fyrsta minnisblað mögulegar bráða aðgerðir til þess að verja og í rauninni líka einhverju leyti bara til að endurnýja þær ofanflóðavarnir sem til staðar voru af því að það náttúrulega þær hafa svo sem látið á sjá í þessum átökum eins og margt annað og ég held að sé líka mikilvægt einmitt að þau skilaboð séu alveg skýra að okkar fólk á vettvangi, okkar stjórnendur og aðrir að þau hafa þau skilaboð, það náttúrulega bara gert það sem þarf að gera, menn ekki að sitja og bíða ofboðslega mikið eftir því að hlutir séu ákveðnir í einhverjum nefndum eða ráðum, það verið að vinna á fullu á vettvangi bæði að hreinsun og að einhverju marki einmitt líka bara að því að verja það sem hægt að verja svona frá degi til dags og sem sagt, hvað við segja ég held að sé mjög mikilvægt líka allar pælingar kostnað og kostnaðarskiptingu eins og við höfum aðeins nefnt hvað borgar ríkir, hvað borgar sveitarfélagið. Ég held að sé mikilvægt að það liggur alveg skýrt fyrir það við bara leggjum áherslu á þessi hluti verið framkvæmdir. Við getum síðan sest niður við eitthvað fundarborð og farið yfir það hver á að borga og hvernig við sjáum þetta fyrir okkur vera gert upp. En framkvæmdirnar þurfum við að sjá og þannig að það allan þannig sem ég lít á máluna, við bara vinnum þessi verk og höldum áfram þessu samtali við ríkið. Af því að aðkoma ríkisins að þessu leysist ekki í einu vettvangi frekar heldur en nokkur annar hluti af þessu verkefni. Þetta kemur allt í skrefum og þá kemur kannski að þessari yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar greiðslu kostnaðar, það eru 2/3 hlutar af hreinsunarkostnaði sem búið að samþykkja að verði greiddur. Eins og ég lít á það, þá það vegna þess að fyrir þessu eru skýr fordæmi og þannig að þetta eitthvað sem mann getur bara lagt á borðið og sagt þetta, við höfum samþykkt svona gagnvart öðrum, það sem aðrar náttúruhamfarir hafa orðið,
við náttúrulega bara setjum þetta á borðið núna og samþykkjum þetta núna, en þetta samtal verður að halda áfram. Og það eru auðvitað margar spurningar sem vakna í þessu sambandi, eins og til dæmis það kostnaður og eru verkefnin fyllilega sambærileg, annars vegar þegar verið að vinna úr snjóflóðum og hins vegar skriðuföllum af þessu tagi. Reikningurinn hugsanlega hærri? Hugsanlega ástæða til þess að ríkið komi meira að málum í svona tilfellum heldur en annars? Og þetta bara eitthvað samtal sem við verðum að eiga áfram. Líka vegna þess sem ég nefndi áðan að það eru svo óbúslega margir þættir sem ríkið getur komið að. Eins og varðandi minjaverndina og söfnin og allt þetta. Þannig að ég held að áframhaldandi bara samtal við ríkið á góðum nótum það að menn finni einhverja endanlega niðurstöðu það. Hvernig við af því að þetta verður alltaf held í einhver skipting á milli sveitarfélags og ríkis. Hvernig við leysum úr þessu. En það var svo alveg viðbúið að það fyrsta sem að ríkið getur gert, það auðvitað samþykkt eins og þessi og þá liggur það allavega fyrir, svo höldum við áfram að tala saman. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Já, takk fyrir það. Forseti, góða fundarmenn. Það hefur verið komið við hérna og mér langaði svona orða enn og einu sinni hérna með að skapa öryggi og hafa húsnæði í boði. Það gott að allir séu komnir með ágætis húsnæði en það nú ekki allir í varanlegu húsnæði og margir búa inn á öðrum og ég fagna því að við séum nú á fundi og fólk sem misti húsnæði sín fái þau fullgreitt. En svo eru náttúrulega eftir þeir sem eiga húsnæði á þessu svæði, sem eiga húsnæði sín, þau standa og hafa ekki orðið fyrir eyðileggingu. Fólk getur, margir geta bara alls ekki hugsað sér að flytja inn í húsnæðin og þá hafa þau ákveðna valmöguleika með hvort að ofanflóðasjóður muni kaupa af þeim húsnæðin en þá hefur náttúrulega komið fram að það yrði þá eftir fasteignamati sem önnur aðferðafræði en með hinn húsnæðin sem fóru alfarið. Það eftir brunabótamati þannig að fólk fær alveg augljóslega mun minni upphæð. Þá alveg spurning með að fólk bara geti ekki gengið að því og velji þá kannski þann möguleika að færa húsnæðin sín, að flytja þau. Þá langar mig einmitt að koma að því að ég veit að þetta tekur allt mjög langan tíma að varðandi nýtt húsnæði og það hins vegar rosalega gott að það sé komið í gang. Maður hefur séð eins og hér undanfarið á Fljótsdalshéraði húsnæði og raðhús bara fljúga upp á 9 mánuðum og við verðum bara að hafa sömu aðferðafræði. En með þau hús sem kannski ofanflóðasjóður samþykkir að flytja í staðinn fyrir að greiða það fasteignamat, svona ef að kemur til þess að þá þarf að huga vel að því hvert þau hús geta farið og við þurfum líka að hafa hraðar hendur með þau mál, finnst mér. Varðandi áfallahjálp, ég ætla bara að því að nú svolítið liðið frá og fólki kannski finnst eins og það þurfi ekki á áfallahjálp að halda en bara að við þreytumst ekki á að minna fólk á það að leita sér hjálpar og áfallahjálp mjög mikið að tala saman og svo sem maður veit að seiðfirðingar eru mjög nánir og eru mikið saman og tala mikið saman og það mikill stuðningur í því. En bara mikilvægt að áfallahjálp bara haldi áfram, verði í boði og verði mjög svona áberandi, fólk verði áberandi upplýst það og minnt á það. Og eins bara með það að vera öruggur á Seyðisfirði með þessar skriðuvarnir að þær verði góðar og sem verði vöktun og að fólk fái bara góðar upplýsingar, sé ekki hrætt í umhverfinu sínu og fólk sé í umhverfi sem það getur treyst og eins með svona áfall að fólk geti bara sem fyrst einmitt farið í fyrir störf og samfélag fyrir að virka en bara eins og ég segi með húsnæðin, ég veit að þetta tekur langa tíma en við verðum bara að finna nýtt byggingarland, það bara, ég veit að þetta tekur langa tíma en við getum alveg bara stytt hann tíma eins og hægt eins og með því að geta fært húsnæðin eða kemur til þess með þessi húsnæði sérsvæði og eins með nýbyggingar þannig að það er svo sem ekkert fleira sem
vildi koma fram, en við verðum bara mikið mun að halda vel á spöðunum hérna og að fólki bara líði vel og hafi þak yfir höfuðið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Elvar. Takk fyrir, forseti, ágæta hundafólk. Mér langar aðeins að varðandi kostnaðarhliðina. Ég tek undir heilshugar þau orð hjá sveitarstjórnarfulltrúa Sveini Stefáni Boga Sveinssyni að auðvitað þarf að ganga þau verkefni sem að fyrir eru og að vera að huga að kostnaði, en mér finnst samt sem áður að það þurfa að liggja fyrir þessi þá 1/3 hluti sem fyrst. Það þarf að halda áfram að vinna í því að komast að því finna út af því. En í þeim umræðum viðræðum við yfirvöld að þá skulu ekki gleyma því að við erum að eiga við stærstu skriður sem hefur fallið hérna í 100 ára ef ekki 1000 ár og öll þau viðmið sem við þekkjum eru kannski miðað við það sem að bara þekkist ekki á okkar nútíð. Þannig að það er ekki hægt að finna kannski bein fordæmi fyrir eins og sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi vitna í framkvæmda byggingarsviðs að það eru verkefni þetta sem eru ekki við í þeim viðmiðum sem hafa verið notast við hingað til. Þannig ég bara ítreka það að þessi mál þarf að vinnast mjög samhliða þessum verkefnum framkvæmdaverkefnum sem við erum í núna. Takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Jódís. Takk. Forseti og aðrir fundarmenn, Berglind tók nú dálítið að mér orðið, en ég ætlaði þá bara að taka undir með henni og ítreka þörfina og hina breytilegu þörf áfallahjálpar til langtíma, og mér finnst gott að heyra af þessu samstarfi aðila langhlaup í þeim efnum. Það gríðarlega alvarlegar langtíma afleiðingar af áföllum og þær eru bæði andlegar og líkamlegar og þær eru mjög misjafnar eftir aldri, stétt og stöðu fólks, þannig að það þarf að mæta mjög ólíkum þörfum. Börn þurfa annars konar áfallaþjónustu heldur en eldri borgarar og slíkt. Það sem líka kannski svo algengt með áföll það að fólk gerir sér enga grein fyrir því að það sé í áfalli og það þurfi þjónustu. Þess vegna langar mig að leggja áherslu á það að við í Múlaþingi styðjum mjög vel við fræðslu og hvort sem að það sem kom nú fram hér á einhverjum fundi í formi einhvers konar plaggata sem hanga upp á vegg í skólum og stofnunum á Seyðisfirði eða hvort það boðið upp á námskeið eða fyrirlestra. Það má nálgast það frá ýmsum hliðum, en ég held að það sé gríðarlega brýnt að bara upplýsingar einkenni áfalla berist öllum. Annað sem mig langar að nota tækifærið og ávarpa þetta sem að brennur mjög á mér, og það þessi staða sem við erum stödd í, þessi hamfaraflóð sem eru ekki að eiga sér stað í einhverju tómarúmi eða fyrir einhverja óheppni. Við erum auðvitað að horfa bara á hnattræna hlýnun, við erum að horfa á gríðarlega hátt hitastig í desember, við erum að horfa á hamfarir í Noregi þar sem að varð manntjón, og ég held ef ekki núna að við ætlum að opna augun og meðtaka og taka fullum þunga ábyrgð á loftslags- og umhverfismálum, og ég legg til að Múlaþing verði leiðandi sveitarfélag í loftslagsmálum og að við vinnum öll að því þvert á hvar við sitjum að ávarpa þennan stóra vanda, því að við erum ekkert lengur að tala barnabörn og eftir 100 ára og eitthvað. Við erum bara stödd í storminum og við verðum bara að bregðast við og taka ábyrgð. En það var ekki fleira frá mér. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir þetta, Jódís.
Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti og aðrir fundarfólk. Ég hef, eins og allir aðrir, hugur að setta hjá Seyðfirðingum eftir þetta og ég vil bara taka undir með öðru sveitarstjórnarfólki hérna að koma hérna framfæri þakklæti frá öðrum á okkar góða landi sem hafa sýnt okkur stuðning og okkar hvað varða. Og það nú búið að koma inn á flest af því sem ég ætla að koma hérna að en ég ætla samt að ítreka með þessi sem einhver sveitarstjórnarfulltrúar hafa nefnt hérna. Það eru á þessu svæðum hús sem að fólk fær ekki að fara í, sem að standa eftir og það að uppkaup á því að flutningi heyrði nú í morgun að það voru ekki allir spenntir til því að það var ekki lausn að fara að flytja þessu hús. Það var ekki verið að gera þeim greiða. Það var nú aðeins sem fær ekki verið fyrir húsi, sem sagði þetta. Og það komið fram Silfurhöfnina, Björn svaraði því ágætlega. Ég ætla að spyrja til stað með þá starfsemi sem þar var. Það gott að það komið í einhvern farveg eða þannig en að séu þetta að skoða það. En það einnig mjög mikilvægt að atvinnulífi komist á stað á Seyðisfirði aftur. Það grundvöllurinn að þessu öllu saman. Og ég heyri það á þeim sem að upplifðu það þegar síldin hvarf á sínu tíma, þeir vilja ekki upplifa svoleiðis tíma aftur. Þarna var svona mikið atvinnulífs eftir það og mann ekki mjög spenntur fyrir því að þeirra upplifa það aftur. Ég heyri það á þessu fólki sem að upplifði það. Og svo þetta búið að koma inn á þetta með þessu skriðuföll, þetta ekkert sambærilegt við snjóflóð. Það kom fram hjá henni Hugrún í morgun að þó að væri búið að fara yfir það hvernig væri best að verða munni og gera þetta allt saman, þá var það bara ekki gerlegt eins og var í snjóflóði. Þetta bara annars eðlis og þetta væri bara útilokamáli. Þetta væri þessi hreinsun mikið dýrari fyrir vikið að það getur náttúrulega flestir tilfellum kannski mokaði aðeins svona snjó en það ekki þessi tilfelli. En annað heldur sé nú komið þetta flest fram sem ég ætlaði að koma. En stuðningur okkar að sjálfsögðu Seyðfirðingu og þetta mjög gott. Þetta múlið fyrir stæði að þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jakob. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já. Forseti, aðri fundamenn. Aðeins að koma þessar umræður sem hefur verið hérna í gangi og eiginlega þetta með aldrei góð vís og oft kveðin að það þetta með að hafa sýnina. Það talað hér og ég bara skil þá umræðu mjög vel. Það talað með fólk að velta fyrir sér með að flytja hús, byggja annar staðar og svo framvegis. Hvernig á fólk að geta tekið ákvarðanir, já bara til dæmis, ef við tökum sem dæmi að flytja hús þegar það veit ekki hver sýnin með viðkomandi hús til framtíðar. Þú veist, verður þetta hús í lagi eftir 2 ár, 1 ár, 5 ár, aldrei. Þannig að við verðum að því fyrr því betra að setja einhverja svona gróa stefnu í því hvað á að gera með þessa blessuðu hlíð þarna fyrir ofan bæinn og það þarf að skipta henni einhvern veginn upp í svæði þarna fyrir utan Búðarána út í hérna hvað heitir Stöðvarlæk og þaðan síðan frá Búðarána inn í Nautaklauf og svo áfram inn í Botnahlíðina að ef það á að gera eitthvað þarna, þannig kannski fyrst að ákvörðun að taka það hvað á að gera þarna. Á hvaða hraða á að gera það, hvað á að gera og marka sér einhverja fastmóta stefnu þetta. Það þarf ekki að fara út í neinn dítel á framkvæmdina en sýnin verður að komast á hreint vegna þess að annars fólk þarna sem á hús þarna í lausu lofti hvað á að gera. Þannig að ég vildi bara enn og aftur bara hnykkja á þessu að menn
hafi ekki sko ákvarðanafælni að leiðarljósi heldur þorið að taka ákvarðanir og sjálfsögðu í samvinnu við íbúa. Það þarf að kanna sko vilja íbúa í þessum efnum. Aðeins hérna inn á það sem sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson sagði með skiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga. Ég var svolítið hissa á því sem hann sko segir. Hann að ljá því mál sko að það falli kostnaður á sveitarfélagið. Ég ekki alveg sammála því sko. Það bara í svona hamförum þá yfirleitt sko, og ef ég hef skilið þetta þá hefur það verið fordæmið að in the end, ef ég má sletta, að þá hefur sem sagt þjóðin öll staðið á bak við þá sem eiga í erfiðleikum og þjóðin öll fjárhagslega ríkið. Þannig að ég svolítið hissa á þessari svona eftirgjöf og kannski hann svarar því kannski aðeins á eftir, kannski ef ég miskilað. Nú, aðeins að því sem Jódís Skúladóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, sagði loftslagsmál. Mér finnst það nú eiginlega ekki við hæfi að fara sko að bæta þessum blessaða loftslagskvíða ofan á allt, sérstaklega í ljósi þess að það bara ný og gömul gögn sem að benda til þess að það sé ekki að hlýna heldur að kólna næstu 30 árin. Þannig að mér finnst þetta svona kannski verið að misnota þetta áfall til þess að koma þessum blessuða sko hamfarahlýnunar dæmi sem eru fyrst og fremst pólitísk vísindi en ekki vísindi. Þannig ég heldur svona aðeins kannski nett slá á puttan með þetta en að öðru leyti þá hefur þetta verið ágætis umræða. Nú Silfurhöllin, hún hefur verið hérna aðeins komin til tals. Ég veit nú ekki hvort ég má tala við hana það vegna þess að ég eiginlega báðum megin borðsins þar, misti þarna starfsstöð með einu starfsmanni. En bara af því að þekki málið að þá þetta væntanlega svipað fyrir aðra aðila sem voru þar og ég sé nú aðalega það hús að þetta voru lítil smáfyrirtæki sem lenda í sko rekstrastöðvun að hluta eða öllu leyti og það hefur enginn velt því fyrir sér hvort það eigi að bæta það yfir höfuð. Þannig að þeir aðilar sem hafa verið með rekstur þar og kannski víðar eru í lausu lofti með það og þetta þarf kannski að kanna og kalla inn eftir gögnum eins og Björn var að tala frá þessum aðilum hvert áfallið var. Annars bara þakka þér fyrir, þetta var allt sem ég ætla að segja. Takk. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Gjörðu svo vel, Stefán. Það er slökkt á. Þú ert að mute. Mjútaðu, Stefán. Þú ert ennþá mjútaður, Stefán. Jæja. Ég núna ekki mjútaður? Þannig nú heyrist í þér. Það má ekki mjúta mig. Ég mjúta mig aldrei sjálfur af því ég óratíma að kveikja á mikrofónunum aftur. Þannig að ég verði bara að treysta mig til að þegja. Þannig ekki. Já, ég ætla nú einmitt að forseti og ágæta fundafólk að þakka Þresti Jónssyni sveitarstjórnarfulltrúa fyrir að beina þessum orðum til mín af því að annars ætlaði ég ekki að tala aftur af því ég var búinn að tala tvisvar. En nú var ég komið með fyrirspurn til að svara. Ég ætla bara að segja það að það liggur auðvitað ekkert fyrir það að það verði allur kostnaður greiddur á hálfu ríkisins. Og mér finnst, ef ég horfi bara kalt á þær reglur og þeir lög sem gilda, að þá hefur orðið alls konar tjón sem ekkert liggur fyrir það að ríkið greiði. Og þess vegna finnst mér, sko, ég er það bara ekki tilbúin til að ganga fram og segja að það sé sjálfsagt mál að ríkið borgi reikninginn. Þá erum við bara ekki að horfa á hlutina raunsannum augum að mínu viti. En okkar verkefni er auðvitað það að færa rök fyrir því að við sem sveitarfélag eigum ekki ein að sitja uppi með afleiðingar þessara hamfara sem eru sannarlega á bara sögulegum skala. Heldur þetta sé einmitt þess eðlis að við sem þjóð, við sem samfélag, ríki, tökum sameiginlega á þessu. En það liggur ekkert fyrir það. Það eina sem liggur í rauninni algjörlega fyrir í dag er 2/3 hlutar af hreinsunarkostnaði og þá eigum við uppbyggingun eftir. Þannig að já, ég sko,
Jú, það getur vel verið að einhverju líði betur með það að berja sér á brjóst og segja bara við eigum ekki borgað þetta. En ég held að sé eins og alveg ljóst að það sem að við viljum sjá gerast fyrst og fremst að þarna verði unnið almennilega, þarna verði hreinsað og þarna verði byggt upp. Og einhver þarf að borga þann reikning. Ef að ríkið ætlar ekki að hlaupa undir bagga með okkur að fullu með það, þá mun sveitarfélagið gera það, en eins og við ætlum ekki að sleppa því að gera það. Og það bara staðan eins og ég sé hana núna, að við vitum ekki að hve miklu leyti ríkið mun koma til móts við okkur. Og það má til dæmis nefna sem dæmi hluti sem ekkert fjallað neins staðar, eru til dæmis bara eins og skemmdir á götum. Við þurfum að fara út í stórfellda lagfæringu á götum á Seyðisfirði. Hvað það? Það allavega ekki dekkað á náttúruhamfaratryggingu. Ég veit ekki hvort að ríkið hefur séð fyrir sér að ætla að borga okkur fyrir gatnagerð. Þannig að þetta eru spurningamerki þarna. Mjög stór. Þannig að ég ætla nú ekki að biðjast afsökunar á því að vera bara tiltölulega raunsær þegar þessu kemur. Ég ætla nú að nefna aðeins líka af því að það var nú reyndar í fyrrræðu Þrastar Jónssonar sveitarstjórnarfulltrúa þá talaði hann einmitt um varnirnar sem hafi verið ráðast í á Eskifirði sem er mjög mikil mannvirki og einmitt hefur verið talað með einhvers konar svipað þyrfti að koma til ef hægt á Seyðisfirði. En ég ætla nú að minna á það að það var nú farið í það ekki bara vegna þess að Fjarðabyggð talaði svo mikið fyrir því heldur það beinir fjallum og skriður og varð gríðarlegt tjón á Eskifirði. Og það gömul saga og nýja auðvitað að því miður þá vill það verða þannig að það ekki farið í þessar aðgerðir fyrir en að það hefur beinlínis orðið tjón. Sem kannski svipað við erum að upplifa núna. En það þó betra en ekki að það sé einhvern veginn farið í þetta. Og svo kannski að síðustu með það sem að Þröstur Jónsson nefndi hér áðan, sveitarstjórnarfulltrúi, varðandi ferli. Þetta sem hann lýsir hér áðan kannski akkúrat það sem verið að gera. Það að segja þetta heitir hættumat, grunnurinn að þessu öllu saman. Og þá vísa ég líka það sem að Björn Ingimarsson sveitarstjóri sagði hér áðan. Það þarf að byrja á því að endurskoða hættumatið. Hættumatið gefur okkur síðan grundvöllin til að taka ákvörðun það hvort að við ætlum að heimila byggð á tilteknu svæði eða ekki. Og þá sú ákvörðun tekin. Og það verður engin ákvörðun á fælni þegar það kemur, en það verður bara að bíða eftir því að fá réttu gögnin til þess að taka réttu ákvörðunir. Og þetta verður unnið hratt og vel, en þó ekki hraðar en svo að við þurfum bara að fá réttar forsendur til að taka ákvörðunir. Við gerum það ekki bara út frá tilfinningu, við gerum það líka út frá vísindunum. Takk. Takk að þið fyrir, Stefán. Næst tekur til máls Hildur Þórisdóttir sveitarstjórnarfulltrúi og forseti gerir sér grein fyrir að það í þriðja sinn. Takk fyrir það, forseti. Ágætu fundarmenn. Mér langaði bara til að mótmæla orðum Þrastar Jónssonar að sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hafi verið að misnota aðstæður sínar. Það er bláköld staðreynd að við erum að horfa upp á breytingar í veðurkerfunum og náttúruhamfarir allan heim sem hægt að rekja beint í hnattrænnar línurnar. Vísindamenn hafa bent okkur á þetta í áratugi, pólitíkin hefur ekki hlustað af því að hefur ekki hentað stórfyrirtækjunum. Þetta hefur bara snúist peninga, þannig þetta ekki gervi vísindi eða pólitík sem halda þessu fram. Það er afneitun. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jódís. Ég lít svo á að hér sé andsvar að ræða, enda þetta í þriðja sinn sem þú tekur til máls. Já, ég ætla bara að fá aðeins að svara fyrir mig. Mér finnst að mér vegið að ég sé hér í einhverjum pólitískum tilgangi. Mér langar bara til að benda á það að við höfum ólíkan bakgrunn og sérfræði þekkingu. Ég lögfræðingur, sérhæfði mig í loftslagsmálum, starfaði sem lögfræðingur loftslagsmála hjá Umhverfisstofnun tíma. Ég læt ekki þagga mig eða smætta umræðuna á þennan hátt. Þetta gríðarlega mikilvægt og þetta eitt af stóru málunum. Ekki bara hjá okkur, heldur allstaðar í heiminum. Og talandi vísindalegar staðreyndir, þá læt ég ekki eitthvað sem hefur málsett á því að það sé bænarhring í Reykjavík að þakka ekki fór verr, segja mér að ég sé að fara með þvælu. Meira var það ekki frá mér, takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Hefur Berglind Harpa Svavarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi beðið orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Já, takk fyrir. Forseti góða fundarmenn. Það var þarna varðandi hreinsun og kostnaði.
Eins og kom frétt núna þetta minnisblað og áætlaðan kostnað, það gæti farið upp í 600 milljónir. Við erum alveg viss á því, við munum hreinsa vel, við munum byggja upp og ekki spurning með það. En varðandi þetta minnisblað að ríkið myndi bara koma að með 2/3, auðvitað er ekkert fast í hendi, en sem betur fyrir þetta bara minnisblað. Og mér finnst bara að við ættum að koma með bókun að höfða til ríkisstjórnarinnar og ég hugsa að allir landsmenn styðji okkur í því að allur hreinsunarkostnaður verði greiddur. Af því ef við sitjum eins og þarna með þetta dæmi, þau borga 2/3 og við sitjum með 200 milljónir í þessu. Þetta er bara heilmikið fyrir sveitarfélag að bera og sérstaklega á þessum tímum. Og ég trúi ekki öðru en að við getum höfðað til ríkisstjórnarinnar að þeir bara hugsa sitt mál og horfi til þess stuðning sem öll þjóðin gefur sig að Seyðisfirði og Múlaþingi í heild sinni. Þannig að ég held að við ættum ekki að bíða og sjá hvað verður, heldur reyna að hafa áhrif á það að þetta verði bara greitt að fullu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásdís Hafrún Benediktsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Ásdís. Já, betra að taka mjútið af, forseti og aðrir fundarmenn. Mér langaði bara til þess að nota tækifærið og votta Seyðfirðingum samúð hluttekningu vegna náttúruhamfaranna í desember. Og mér finnst að allir þeir sem hafa komið að aðgerðum hreinsun og svæðinu hafa unnið þrekvirki og eigi alveg sérstaka þakkir skyldar. En á þessum fundi held ég hafi verið tæpt á svona öllu því helsta sem þarf að koma fram og ýmsum spurningum svarað ásamt því að tala loftslagsvá og trúmál. Og ég hef svo sem engu við þetta bæta, en það held ég að við sem komin langt fram með fundatíma. En mér langaði bara til þess að leggja áherslu á að það verði vandað til verka við upplýsingagjöf til íbúa og að allt ferli sem að við kemur ákvörðunum í framhaldinu og aðgerðum að það sé gagnsætt. Ég veit að ýmsum íbúum hefur fundist misbrestur á upplýsingagjöf, en núna þegar storminn hefur lagt og það vinnst tími til þess að skipuleggja aðgerðir, þá ætti líka verið tækifæri til að læra af því sem hefur verið gert og skipuleggja upplýsingagjöf og samskipti við íbúa vel. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ásdís. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, aðrir fundarmenn. Já, það kom að að ég væri hættur og spottaði fyrir að nefna Jesú Krist, en það líka stendur í Biblíunni að það gerist alltaf, þannig að þetta sannfærir mér nú enn betur þennan bænahring. En allt í lagi, við ætla nú ekki að fara í stórdeilur loftslagsmáli en þetta er sem betur fer bara og góð tíðindi að það stefnir í að kólnar og ég stend við það og menn skildi bara kynna sér þau gögn sem að koma í ljós núna vegna minkara sólaráhrifa. Ég ætla ekki að fara dýpra út í það en vonandi bara kólnar aðeins vegna þess að þá verður væntanlega minni hætta þarna í fjöllunum, þannig að skulum bara vona kólni. Aðeins aftur að þessu þetta trufla mig aðeins þetta frá honum Stefáni Boga með kostnaðardeilinguna. Ég svo sem skil raunsæjans og það er vissulega rétt. En þetta snýst kröfu og stefnu, hvað við ætlum að hver er okkar krafa, við ættum að setja hann, mér finnst það og finnst það bara eðlileg krafa að við setjum þá yfir kröfu að þegar upp verður staðið að þá borgi ríkið stóru myndina. Þú veist, eitthvað ræsi í einhverju götu, ég er ekki að fara að tala um það, ég er að tala um stóru myndina sambandi við þessa hreinsun og það er aðgerðir sem verða gerðar til varnar að ríkið taki hann og við mögum vera svolítið á varbergi með það verður ekki að gefa eftir þarna, það er bara þekkt bara í öllum viðskiptum að ef einhver gefur eftir varðandi kostnaðarkröfu að þá er sá litli fingur, hann er greipinn upp á öxl. Þannig að ég bara minni menn á það að standa svolítið föstum fótum þarna. Annað ætla ég nú ekki að segja, bara vera stutt orð með þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Þröstur. Jakob Sigurðsson, sveitarstjórnarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Takk fyrir það, forseti og aðrir annað fundafólk.
Þetta bara aðeins koma inn á þessar kostnaðarleiðir eða kostnaðarskiptingu. Að sjálfsögðu eigum við að klára dæmið hreinsa sveitarfélagið eða Seyðisfjörðinn, byggðina þar, koma þessu í samt lag. En ég held að við eigum að reyna, ekkert að reyna það. Við eigum ekki að bara taka undir með Berglindi Hörpu í sveitarfélagið. Við eigum notað tækifæri núna og fá stjórnvöld með okkur í það og lögmenn að þetta verði greitt allt saman. Það verður svo nóg annað sem kemur upp síðar með sem að sveitarfélagi sem þarf að greiða sem ekki verður hægt að sækja. En það kom náttúrulega fram á fundinum hjá okkur í morgun hjá Hugrúnu að þetta langtíma verkefni að hreinsa. Það verður ekkert farið inn í garða þarna þar sem allt orðið frosið núna. Það ekkert hægt að gera það fyrir einhvern tímann í sumar þegar það fer að sína og þyna. Og ekki gert í vor þegar breytitíðinu sem mest eða viðkvæmur jarðvegur. Þannig að þetta mun taka langan tíma eins og hún sagði, við erum ekki að loka reikningum, við erum að halda þessu opið og sjálfsögðu eigum að sækja á það að þetta verði greitt. Það allt bra og verður ekkert erfiðar að sækja það eftir. Það bara þannig. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið laust. Það hef ekki fleiri kvartsir hljóðs. Fyrir fundinum liggur tillaga. Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur kvartsir hljóðs. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Forseti og fundarmenn, kannski bara af því að forseti var nú greinilega leit eftir einhverjum fleirum til að tjá sig frekar máli, en það kannski eitt sem að sveitarstjóri nefndi bara í upphafi síns inngangs og það var þessi hagsmunagæsla fyrir þá sem hafa orðið fyrir tjóni í þessu. Ég held að sé mjög mikilvægt að það verði haldið vel utan um ekki bara tjón sem sveitarfélagið hefur orðið, heldur líka það bæði atvinnulífið og einstaklingar að verði haldið vel utan þetta af hálfu sveitarfélagsins og það hafi svona forustum að leiða þessi mál til lykt eins vel og unnt verður. Þakka fyrir þetta, Vilhjálmur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það ekki, þá liggur bara fyrir tillaga að bókun eins og hún lá fyrir í upphafi fundar og það nú svolítið liðið síðan að hún var lesin síðast, þannig að ég ætla bara að lesa hana aftur. Hún eftirfarandi. Sveitarstjórn Múlaþings heimilar ekki endurbyggingu húsa á eftirtöldum lóðum fyrir en hættumat liggur fyrir og gerðar hafa verið fullnægjandi ráðstafanir í ofanflóðavörnum fyrir umræddar ljóðir. Og það sem að altjón hefur orðið, það Breiðablik, Austurvegur 38A, Framhúsið Hafnargata 6, Berlín Hafnargata 24, Dagsbrún Hafnargata 26, Sandfell Hafnargata 32 og annað húsnæði Silfurhöllin Hafnargata 28, Turnin Hafnargata 34, Skipasmíðastöðin Hafnargata 29, Gamla skipasmíðastöðin Hafnargötu 31 og Tækniminjasafnið Hafnargötu 38. Og þetta hér með borið undir fundinn. Hreyfi engin andmælum. Þá lítum við svo á að þessi bókun sé samþykkt, samhljóða, án atkvæðagreiðslu. Það gefur engin merki annað og við myndum þá færa það þannig til bókar. Önnur mál liggja ekki fyrir fundinum. Ég vil biðja fundarmenn að vera áfram í sambandi meðan við göngum frá fundargerð en beinni lýsingu lýkur hér með. Takk fyrir.